Hvaða námskeið í gangi hérna núna inn í húsi frítímans? Þetta námskeið heitir Fyndu mig í fjöru og sem sagt í rauninni námskeið þar sem við erum að fara út í fjöru og þau eru annarkvort þau hafa verið að leika sér út í fjöru og ef það er gott veður þá hefur stundum leyft þeim að vaða og svona hafa gaman. En til dæmis í gær þá fórum við út í fjöru og fundum alls konar dýr og komum svona hingað inn í hús frítímans og vorum að skoða því í svona smásjá og leita þeim upp á netinu og rannsaka aðeins. Og svo núna er það búið til listaverk úr skeljum og steinum sem að þau týndu og eru sem sagt að búa til lita og mála og líma svo skeljarnar á blöðin. Þessi hugmyndafræði gengur svolítið út á svona að læra með því að upplifa eða hvað? Í rauninni, þau læra miklu meira, þau hafa örugglega aldrei pælt í hvað marfló er og í gær þá vorum við að skoða þær í smásjó og þau sáu öll, í rauninni öll líffærin og allt þetta svona, sá hana bara sprikla þarna alveg í návígi. Þannig að það er svolítið upplifun fyrir þau, þetta er ekkert kannski eitthvað sem þau pæla í svona dagsdaglega þannig séð. Og það sem að ég sé er að þau eru á svo tiltölulega ólíkum aldri þó þetta virki náttúrulega fyrir suma, þetta eru bara börn, þetta eru börn frá 6 til 12 ára og hvernig gengur þeim að vinna saman? Veistu það bara virkar ótrúlega vel að láta þau vinna svona saman og það er oft svoleiðis að eldri krakkarnir eru að hjálpa yngri krökkunum og jafnvel að koma með alveg alls konar útskýringar á hlutunum sem er alveg mjög skemmtilegt að reyna að fræða þessi yngri sko. Þannig að það er bara mjög skemmtilegt að sjá þau hvað þau vinna vel saman og eru bara virkilega gott svona lið saman sko. Nú er þetta lagt upp það ekki sem svona viku námskeið og skráningin þá löngu búin og hvað ertu með til þessu mörg börn hérna inni bara í þessu eina námskeið? Herði, hvað á þau eru nú örugglega alveg svona 17 hérna inni núna og það er alveg ótrúlega létt að vera þó þau séu svona mörg að ef maður lætur þau eins og ég segi vinna svona saman og svoleiðis að þá virkar það ótrúlega vel. En finnst þér að þau fái meiri áhuga á náttúrunni og umhverfinu? Þau kannski fara aðeins meira að pæla í því sko og eins og ég segi þegar við fundum eins og marflær og einhverja svona pöttur sko þá æsist alveg upp í þeim og þau vilja vita meira og sjá meira og gera sér grein fyrir hvað það er mikið í kringum þess sem þau kannski sjá ekki. Eru þið með fleiri svona sambærilega svipunámskeið eða einhver allt önnur? Herði, við erum alveg fullt af námskeiðum. Það er náttúrulega fullt af svona íþróttanámskeiðum, frjálsíþróttir, það er sundnámskeið, svo verð ég með leiklist líka. Það er svona svolítið öðruvísi og fatahönnun og það er einmitt rosalega flott í fatahönnuninni, þá eru þau alveg að búa til, þau bjuggu til sínar eigin húfur í fyrra, voru að búa til hárbönd og alls konar. Þannig að þetta er alveg opnar svolítið veröld fyrir þeim kannski sem þau kannski fá ekki alltaf að taka þátt í eins og bara í skólanum og svoleiðis. En þetta er sem sagt dagskrá, vikuleg dagskrá allt sumari sem er í boði fyrir börn hérna í Skagafirði eða hvað? Já, alveg bara allt sumarið og sumir eru svo æstir í þetta, þeir eru bara skráð út allt sumarið allan daginn. En þau eru líka að hitta alltaf nýja krakka eða hvað? Og nýtt fólk? Jú, af því að svo náttúrulega eru kannski krakkar sem eru að koma til ömmu sinnar og afa á sumrin og þau eru skráð í námskeið og þetta eru krakkar sem eru kannski að koma frá Reykjavík og svoleiðis og þá myndast einmitt oft vinabönd sem að haldast þá kannski aðeins lengur heldur en bara sumarið sem er líka rosalega gaman. Og talandi vinabönd vegna þess að hvernig þegar þau fara héðan inn í skólan að hausti og kannski fyrsti og sjötti bekkur búin að vera vinna mikið saman, heldur þetta hafi áhrif á vináttu þar inni líka? Ég held það hlýtur að vera. Ég bara vona það að þau eins og þegar þau kannski sjá hvort annað þá út í frímínútum eða svoleiðis að þau leyfi þá litlu krökkunum kannski að vera með í leikjunum frekar þessir eldri krakkar og kenni þeim þá líka eins og þau eru að kenna þeim hérna að þau geta þá líka gert það í skólanum og hjálpast það í skólanum líka. Ég vona það. Við ætlum að fá að heyra eins hvað þeim þykir sjálfum þessum krakkum. Ég er að gera fiðrildi. Af hverju viltu gera fiðrildi? Bara að leika mér. En hvað hefur þú fundið niður í fjörunni? Gula fiska. Fannstu gula fiska? Var það hér á Sauðárkróki? Já. Og marfló. Hvernig líta þær út? Það er svona lítil sem syndir ógeðslega hratt. Af hverju vildi þú koma á þetta námskeið? Vegna þess að mér finnst gaman í gröllurum. Hvað gerir maður í gröllurum? Maður fer í alls konar leiki og grallarist bara eitthvað.
En nú ertu á námskeið sem heitir Fyndum í fjör, það ekki? Jú. Og hvað finnur maður í fjörunni? Maður finnur skelja, steina, spýtur, alls konar dót. En finnur maður eitthvað rusl? Já, stundum. Finnst þér að fólk að ganga svona illum fjöruna? Nei, Hendur þú rusli? nei. Hvað fannst þú á ströndinni? Það var bara spýtur og steinar og svona skeljar. Finnst þér þetta svona sæmilega skemmtilegt námskeið? Já, það er ekki gaman. Er það? Já, maður fær að fá útrás í stöndinni. Já, maður þarf útrás, er það ekki? Jú, Hvar fær maður annars þar útrás? skólinu kannski, eða einhverjum leikjum. Ekki að sitja alltaf bara inn og gera ekki neitt, eða? Já. Leiðist manni það ekki? Jú, Hvað er skemmtilegast sem þú gerir? bara vera að leika mér heim bara í Legói. Búa eitthvað til þar.